Það svo mikilvægt að allir séu, að fá fræðslu og séu að læra og sérstaklega eldri kynslóðin. Því það verða margir oft pirraðir það að vera að láta okkur læra öll þessi hugtök og heiti. Þetta ótrúlega erfitt að halda utan um. En það vissulega það er mikilvægt kannski að sýna mér þessu opin fyrir því að læra og sýna bara virðingu og ást og gleði og bara almenna virðingu og það er kannski það sem er mikilvægast. Í þessum þætti ætlum við að fjalla tví- og pankynhneigð, en tvíkynhneigð felur í sér að laðast að tveimur kynjum, en pankynhneigð felur í sér að laðast að fleiri en tveimur kynjum, eða körlum, konum og þeim sem skilgreina kyn sitt á annan hátt. En sumir tala líka pankynhneigð sem persónuhrifningu. Katrín Sigríður er 19 ára nemi í MH. Hún skilgreinir sig sem pankynhneigða þó hún hafi fyrst talið sig vera tvíkynhneigða. En hvar liggur munurinn á milli tví- og pankynhneigðar? Það er munur á þessum kynhneigðum en það er stundum óljós og munurinn fyrir mér er svolítið bara að kyntjáning einstaklingsins eða kyn einstaklingsins skiptir mig ekki máli. Þannig að fyrir mér þá getur manneskjan verið bara með mjög blandaða kyntjáningu. Þetta getur verið manneskja sem er mjög karlmannleg en klæðir sig mjög kvenlega eða sýnir eitthvað svona kvenlega eiginleika eða svoleiðis. Og það er ekki eitthvað sem hefur áhrif á hvort þessi hrifin af henni eða ekki. Og ég held alveg að það hafa allir típu, svona hvort það sé bara að típan þurfi að vera skapandi eða eitthvað svoleiðis. Og hluti af þeirri típu getur oft verið eitthvað útlitstengt. Og það er það alveg hjá mér, en kyn er ekki hluti af þessari típu. Ég man bara að það er ekkert langt síðan ég heyrði hugtakið fyrst í rauninni, þannig að það er gaman að sjá hvað hefur orðið svona partur af tungumálinu á skömmum tíma þannig séð. Já, og svo náttúrulega svo ótrúlega erfitt að vera eitthvað að þýða þetta af því að pan þýðir einhvern veginn svona allt og ef að ég myndi segja alkynhneigð þá hljómar það eins og ég bara laðist að öllu og öllum. Hvað varst þú gömul þegar þú sjálf áttaðir á því að þú værir tvíkynhneigð til að byrja með en svo pankynhneigð? Ég var í 8. bekk og ég var í partíi og það var svona fyrsta mitt sem ég svona fattaði svona ok, ég er skotin í stelpu einhvern veginn og undan því þá hafði ég bara verið svona eitthvað svona 10, 11, 12 ára bara eitthvað svona strákar eru sætar og stelpur eru sætar eitthvað en það er bara annarkvort hægt að vera að lesa eða ekki. Og síðan í 8. bekk var ég nýbúin að fá fræðslu eitthvað svona að tvíkynhneigð væri til og þá var ég eitthvað svona í þessu partí og ég var bara þessi stelpa er ekki að sæt eitthvað svona en var samt búin að vera svona skotin í strák eitthvað áður og þá svona ok, þetta er kannski eitthvað. Mér var dætt í hug að gera smá Twitter-könnun af því að nú erum við að skoða tví- og pankynhneigð og ég er svolítið forvitin að vita hversu margir skilgreina sig þannig og líka bara hversu margir hafa laðast að manneskju af sama kyni. Þannig að ég er búin að skrifa inn upp á Twitter: hefur þú laðast kynferðislega eða rómantískt af manneskju af sama kyni? Og valkostirnir eru nei, já er samkynhneigður, já og er bi eða pan og já en er straight. Þannig ég ætla að posta þessu á Twitter og er forvitin að vita hver svörin verða. Kristoffer Alex kom út sem tvíkynhneigður fyrir 2 árum síðan. Hann telur það erfiðara fyrir stráka en stelpur að koma út sem tvíkynhneigða en upplifði sjálfur mikinn létti eftir að hann hætti að líta á kynhneigð sína sem leyndarmál. Hlutfallið af fólki sem kemur út sem tvíkynhneigt er rosalega lágt. Ég get ímyndað mér ef þú ert samkynhneigð eða trans eða eitthvað í þeim dúr, þá er þetta svolítið eitthvað sem er alltaf með þér og þú getur eiginlega ekki eins auðveldlega að lifa með því í felum. En tvíkynhneigt fólk getur á miklu auðveldara með að fela það. Og það var eitthvað sem ég ætlaði alltaf að gera sem krakki. Ég fatt að ég sé tvíkynhneigður þegar ég er í 7. bekk. En þetta er eitthvað svona sem er alltaf búið að krauma í mér kannski síðan ég var í 4. bekk, 3. bekk. Og í raun kannski bara alltaf. Ég man alltaf eftir því að ég hugsaði að þetta væri mitt innsta leyndarmál sem ég ætlaði að geyma af því að ég hvort er tvíkynhneigður, skilurðu. Ég var alltaf bara, ég var hrifinn af stelpum, svo bættist líka hinn hlutinn ofan á það. En hinn hlutinn þurfti ekki að vera ofan á, hann gat bara verið undir. Hvenær ákvaðstu að koma út? Það var mjög skrítið augnablik en það var bara svona kom einhvern veginn út sko. Segir besta vinn minn, bara Valdimar, ég
ég er tvíkynhneigður. Og hann segir eitthvað svona, ertu viss? Og ég eitthvað, já, alveg upp að þessum tímapunkti. Þá var ég búinn að, andlega undirbúa mig fyrir því að ég myndi ekki eiga vini lengur. En í staðinn þá sagði hann með held ég munn fullum af pítsu "Ha, fucking awesome." Þá var ég að hágrenja. Þannig að já, þetta var, og síðan bara svona eftir það, þá finnst mér þetta ekkert eins sjálfsagt. Og ég held bara, ég held að kannski bara aðalatriðið núna er að koma þér fram við stráka á, sérstaklega unglingsaldri, að þetta er eitthvað sem er ekkert mál og þér átt að líða miklu betur eftir á. Eftir að tví- og pankynhneigt fólk byrjar í langtíma sambandi er mjög algengt að annað fólk fari sjálfkrafa að skilgreina það sem annaðhvort samkynhneigt eða gagnkynhneigt, þvert á upplifun viðkomandi á sjálfum sér. Það er auðvitað pínu þannig fyrir tvíkynhneigða leið og fólk er komið í samband að þá hættir tvíkynhneigðin að vera til einhvern veginn. Þá er fólk loksins búin að átta sig sko. En þetta er ekki þannig. Ég tók meðvita ákvörðun fyrir nokkrum árum að byrja að segja þetta bara. Að fólk eitthvað svona, að ef að fólk mitt talar okkur sem lesbíurnar eða segir eitthvað svona, þú ert lesbía, er það ekki? Að þá er ég farin bara svona að segja eitthvað svona, nei, reyndar, þá er ég tvíkynhneigð. Og ég ákvað að gera þetta bara vegna þess að ég var svona meðvituð það að það vantaði smá svona sýnileika og mér langaði ekki að vera hluti af vandamálinu. En þetta er svona auðvitað kannski tekur pínu á að þurfa alltaf að vera eitthvað svona að leiðrétta fólk. Já, nei, reyndar. Það var eitt sem ég tók eftir sem að ég sá eitthvað tímann á ég held að hafi bara verið hvort það var bara rúv.is sem að tala samkynja hjónabönd og þá var ég að heyra það í fyrsta sinn og bara, wow, þetta er geggjað, þetta er ótrúlega flott. Af því að fram að þessu þá hafði ég alltaf bara heyrt tala hjónabönd samkynhneigðra og alltaf einhvern veginn þurfti að samsvara með því og gerði það svo sem alveg og svona. En þarna, svona orðanotkun sem tala samkynja hjónabönd, að það vermir manni svolítið hjartað. Það er þá líður manni eins og maður sé partur af þessu öllu saman. Þessar skilgreiningar eða þessi merkimiðar, þetta eru bara eitthvað sem maður velur fyrir sig sjálfan til þess að setja eitthvað smá kassa utanum sína eigin tilveru. Ég held að það sé bara svolítið hvernig bara mannshugurinn virkar, að við þurfum stundum bara kassa til að skilja. En síðan þegar þessi skilningu verður komin, þá þurfum við þessa kassa ekkert lengur. Skemmtilegt núna að mér finnst allavega kannski í kringum mig að fólki bara svona byrja að vera nokkurn veginn slett sama kynhneigð og svona. Já, að hvað eins og mig, ég hef engan eitthvað svona merkimiða yfir mig og það er allt í lagi og það er bara svona hægt að gera ráð fyrir því að þú ert alltaf 100% gagnkynhneigð, það var svona í mínum nánasta það er orðið meira svona bara spektrum eða svona. Já. Ég veit ekki alveg hvort það er bara ég en rosa oft þegar einhver er eitthvað svona eitthvað svona, er þessi gagnkynhneigð? Þá segir rosa, er það einhver? Já. Ég meina, ég veit það ekki, Við hefum öll karllægar og kvenlægar hliðar og alls konar, við erum öll svo mismunandi þannig að og það, skilurðu, þó ég myndi kannski segja að ég læðist aðallega strákum þá byrja alveg tilfinningar til stúlkna og bara annarra mannvera og og þess vegna líka einhverjar sem að skilgreina sig ekki sem konu eða karl þó að maður kannski hafi aðalega tilfinningar til einhvers ákveðins hóps þá getur maður haft bara allan skalan þó að það sé minna þetta er svo vítt. Jafnvel línurnar á milli skilurðu kynja eru orðnar líka blöðar og því að það er ekki lengur bara kall og kona og svo eitthvað í miðjunni heldur þá er líka komið þetta bara eitthvað róf og þú getur verið hvar sem er. Ég held að það sé rosa lítið einhvern veginn að eins og ég
myndi skilgreina mig sem samkynhneigða konu. En ég vil samt einhvern veginn, ég ætla ekki einhvern veginn að útiloka það alveg að ég gæti mögulega orðið ástfangin af strák, Ok, gæti mögulega laðast að strák einhvern tímann í lífinu mínu. Ég ætla ekki að vera eitthvað, nei! Já, skilgreiningar geta breyst, manneskjan sem ég er í dag er ekki endilega manneskjan sem ég er á morgun. Þannig að það er náttúrulega líka að það getur allt breyst og svona. Það er allt bara svaka svona fljótandi. Í huga Maríu Birtu er kynhneigðin einmitt svolítið fljótandi. Hún skilgreinir sig sem pankynhneigða og segir kynhneigðina ekkert hafa breyst eftir að hún giftist eiginmanni sínum, þó sumir virðist halda það. Nei, hún breytist ekkert hjá mér sko. Og mér finnst það í rauninni svolítið fyndið þegar ég mitt fór að heyra eftir að við skiptum okkur, þá var fólk alveg, ég vissi hún væri straight. Og ég var alveg, mér fannst þetta svo skrítið því ég sem einstaklingur breytist ekki neitt við það að hafa fundið sálufélaga minn í karlmanni. En ég segi alltaf við fólk sem er eitthvað, finnst ég ekki lengur passa sem pansexual af því ég er búin að giftast manni, þá segi ég alltaf bara, varst þú straightur og þú giftist konunni þinni? Skilurðu mig? Nei, þú varst bara alltaf þú eða ekki? Þá skilur fólk það betur. Já. En klárlega, af því ég var svo ung að, fara giftast karlmanni, þá átti þetta bara að hafa verið tímabil. Já. Og fólk hefur alveg komið að mig sem að þekki mig kannski ekki þetta óbærslega mikið og segir einmitt bara já, skammast þig fyrir þetta tímabil í þínu lífi. Og ég er alveg bara, það var ekkert tímabil. Þú myndir ábyggilega finna fyrir því sjálf ef þú værir pansexual og myndir núna fara að deyta karlmann. Hvað allt í einu, allir myndir bara halda það sem þú ert búin að gangi í gegnum núna sem er bara biluð ást og hefur aldrei verið jafn hamingjusöm, skilur mig. Það er ógeðslega svona, það er alveg pirrandi að fólk einhvern veginn dismissi það bara algjörlega eins og það hafi bara verið djók. Þú hefur bara verið að pröfa þig áfram, En það fyndna er að ef maður leyfir fólki og spyr fólk á skalanum 0 til 100 hversu straight ertu eða á skalanum 0 til 100 hversu gay ertu, þá fer fólk alveg bara í sjokk. Það er alveg, oh my god, á skalanum, ætli ég sé ekki svona 70-80 eða, það eru rosa margir sem alveg bara fatta þá allt í einu vá, kannski er ég ekki bara á þessum endanum eða hinum endanum. Þannig að heldurðu kannski að skápurinn muni heyra sögunni til og einn daginn verðum við öll bara einhvers staðar svona hljóð. Klárlega, já. Nei, þegar þú pælir í því, ég persónulega allavega horfi ekki á par og er bara eitthvað, vá, hvað þetta er rosalega fallegt lesbískt par. Eða, ég stimpla það ekki, þetta er bara fallegt par, skilur mig. Og ég held að eftir nokkur ár, og ábyggilega þó nokkuð mörg ár, að þá mun fólk ekkert vera að pæla í því, eða stimpla fólk svona mikið. Af því að yfir höfuð eru kassarnir allt of fáir og þeir eru allt of þröngir til þess að allir fitt inn í það. Þá eru niðurstöður könnunarinnar komnar í ljós sólarhring síðar og þetta voru svo ótrúlega áhugaverðar niðurstöður. Það voru alveg 1300 manns sem tóku þátt. En eins og þið sjáið þá voru sem sagt 50% sem sögðust ekki hafa laðast að manneskju af sama kyni. En næstu þriðjungur sagðist hafa laðast að manneskju af sama kyni en skilgreina sig sem straight. 13% sögðust vera bæði pan og 8% samkynhneigðir. Þannig að þetta segir okkur að megnið af þeim sem hafa laðast að manneskju af sama kyni skilgreina sig í rauninni ekki sem hinsegin. Og mér finnst þetta bara að segja okkur það að við erum bara öll manneskjur sem hrífumst af öðrum manneskjum.